kyssi þig á kinn og þú stendur stjarfur, þú skilur ekki neitt því að frystið þig með brosi sem hann fékk hjá Colgate. Þú skaltu telja fingurna 1, 2, 3 þessi úlfabros geta verið svo dýr. Hvernig skipaður í þína framkvæmdastjóra? Við töpum öll á einsleitninni. Jafnrétti ákvörðun. FKA. Forsætisráðherra frú Elísa Reid, góði gestir hér í salnum og þið sem að heima sitjið. Verið hjartanlega velkomin á stafræna ráðstefnu Jafnvægisvogarinnar 2023. Jafnrétti ákvörðun. Við töpum öll á einsleitninni. Öll erum við sammála mikilvægi jafnréttismála í samfélaginu og ég trúi því að flest hafi vilja til að sækja fram og gera betur. Það hins vegar svo að tímarnir breytast hratt og viðfangsefni sömuleiðis. Baráttan fyrir jafnrétti því stöðu og sífellt bætast við nýjar áskoranir á þessu sviði. Við þurfum því öll að leggjast á eitt til að ná hröðum framfaraskrefum í átt að betra samfélagi. Dagskráin hér áðan hófst á myndbandi sem hluti af kynningarherferð Jafnvægisvogarinnar í ár. Ísland jú vissulega jafnréttisparadís í augum margra og það ánægjulegt að við skorum hæst í mælingum alþjóða efnahagsráðsins á kynjajafnrétti en við erum til dæmis aðeins í 45. sæti þegar kemur á hlutfalli kvenna í stjórnarsstöðum í atvinnulífinu. Þar hljótum við öll að vilja gera betur. Í dag beinum við kastljósinu að jafnvægi kynja í efsta lagi stjórna fyrirtækja, stofnana og sveitafélaga. Markmið Jafnvægisvogarinnar að árið 2027 verði hlutfalli milli kynja sem næst jafnvægi en að minnstakosti sé hvort kyn með 40% hlutdeild. Jafnvægisvogin hreyfiaflsverkefni FKA, Félagskvenna í atvinnulífinu, og unnið í samstarfi við forsætisráðuneytið, Creditinfo, Deloitte, Pipar TBVA, RÚV, Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi og Sjóvá. Þátttakendur í Jafnvægisvoginni 239 talsins og hafa þeir allir heitið í að vinna markmiðum Jafnvægisvogarinnar til næstu ára. Vonandi fjölgar í hópi þáttakenda Jafnvægisvogarinnar og hvetjum við alla vinnustaði til að taka þátt. Fyrsta ávarpið í dag frá frábærum talsmanni jafnréttis, sjálfum forsætisráðherranum okkar, Katrínu Jakobsdóttur, en ráðuneytið hefur verið stuðningsaðili Jafnvægisvogarinnar frá upphafi. Vertu velkomin, Katrín. Góði gestir, það mér sannur heiður og ánægja að fá að vera hér í dag að tala mál sem stendur mínu hjarta nærri og eitt stærsta mannréttindamál samtímans. Það að segja jafnrétti kynjanna. Það gleymist stundum þegar við erum að ræða þessi mál á alþjóðavettvangi að við eigum ansi langt í land sem heimur með að ná fullu jafnrétti kynjanna. Nýlega var ég á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í New York þar sem fram kom að það væru nærri 300 ár í að við næðum fullu jafnrétti kynjanna í heiminum og þegar við setjum þetta í samhengið og hugsum að þar að ræða helming mannkyns, þá áttum við okkur á því hversu fráleit staða þetta og hversu miklu skiptir að Ísland, sem hefur verið í fararbróti í þessu málaflokki, haldi áfram sinni vegferð í átt að fullu jafnrétti, en tali líka fyrir jafnrétti hvort sem heima eða heiman. Þetta verkefni sem við erum að fjalla hér í dag, Jafnvægisvogin, snýst það að jafna hlutfall kynjanna í framkvæmdastjórnum fyrirtækja á Íslandi. Og að það minnstakosti 40-60 árið 2027. Nú sjáum við hins vegar að það eru ekki líkur til þess að það markmið náist. Það jafnvel rætt árið 2048 í því samhengi. Þá verð ég komin á áttræðisaldur. Og við sjáum það öll þegar við setjum þetta í samhengi við okkur sjálf, setjum þetta í samhengi við börnin okkar, að við getum einfaldlega ekki leyft okkur að láta tíman líða án þess að aðhafast. Og eins og Magnús Geir orðaði það hér áðan, jafnrétti nefnilega ákvörðun.
Þetta snýst ekki einhverja þróun sem kemur að sjálfu sér, þetta snýst að taka ákvörðun og stefna að þeirri ákvörðun. Á vegum stjórnvalda hefur verið unnið að verkefninu jafnrétti í stjórnum fyrirtækja sem hluti af gildandi framkvæmdaáætlun stjórnvalda í jafnréttismálum. Og menningar- og viðskiptaráðuneytið leiðir þetta verkefni sem snýst að kanna hvort markmiðum kynjakvóta ákvæða sem finna má í lögum einkahlutafélög og lögum hlutafélög hafi verið náð. Það eru liðin 10 ár frá gildistöku þessara ákvæða og þó þau hafi haft veruleg áhrif á kynjahlutföll í stjórnum einka- og hlutafélaga með 50 starfsmenn eða fleiri, en niðurstaða verkefnisins að heildar markmiðum ákvæðana hafi ekki verið náð. Af nýjustu tölfræðigögnum ljóst að 11% hlutafélaga og 30% einkahlutafélaga sem heyra undir kynjakvóta ákvæðin uppfylla ekki lágmarkskröfur kynjahlutföll stjórnarmanna. Þetta auðvitað óásættanleg staða. En hún líka að mínu viti vond staða fyrir ekki bara konur, heldur fyrir atvinnulífið í heild. Því við vitum það að þegar við erum með fjölbreyttari sjónarmið við borðið þar sem ákvarðanir eru teknar, þá fáum við betri ákvarðanir. Og ég myndi líta svo á að það ætti að vera markmið hvers og eins fyrirtækis að fá sem fjölbreyttust sjónarmið þegar verið að taka mikilvægar ákvarðanir. Þetta þekkjum við úr stjórnmálunum, við þekkjum þetta úr öllum þeim ákvörðunum sem við þurfum að taka hvort sem í atvinnulífi eða einkalífi, fjölbreyttari sjónarmið við borðið tryggja betri ákvarðanir. Þannig að þetta snýst ekki bara að við náum markmiðum okkar í jafnréttismálum. Markmið okkar í jafnréttismálum munu skila okkur ábata, efnahagslegum og samfélagslegum ábata. Aukin fjölbreytileiki í stjórnum leiðir til öðruvísi umræðna, gagnrýninna umræðna, heilbrigðra skoðanaskipta og þar með betri niðurstaðna. Þess vegna segja, við stöndum gríðarlega vel í alþjóðlegum samanburði þegar kemur að jafnrétti. Þegar ég kem og tala við heiminn þá segja allir, vá, þetta alveg frábært við ykkur. Þið hljóti bara að vera opbosla ánað og geti bara sest niður og hvílt ykkur. En ég segi ástæðan fyrir því að við höfum staðið okkur vel í jafnréttismálum að við unnum okkur aldrei hvíldar. Og við ætlum ekki að unna okkur hvíldar fyrir en fullu jafnrétti náð. Og helst ætlum við að ná því fyrir 2030. Þegar við höfum sagt að heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna, þá ætlum við að ná fullu jafnrétti 2030. Við höfum stigið mörg frábær skref, stór skref, en við vitum það líka þó að okkur hafi miðað fram á við, þá sjáum við ofta réttindi sem hefur tekið langan tíma að vinna fyrir að þau hægt að taka á brott með einu pennastriki, yfir nótt. Og við sjáum því miður aukna skautun og sundrungu víðum heim þegar kemur á jafnréttis- og mannréttindamálum. Við sjáum alþjóðlegt bakslag til að mynda í málefnum hinsegin fólks. Við sjáum bakslag í kvennabaráttunni. Þannig að við eigum hér tækifæri, íslenskt samfélag, til að vera áfram í forystu, til þess að ná fullu jafnrétti og tala skýrt og hárri röddu á alþjóðavettvangi til þess að sýna fram á það sem við höfum upplifað í reynd, að auki jafnrétti kynjanna skilur okkur betra samfélagi fyrir okkur öll og að við ætlum ekki að bíða með það að ná því jafnrétti. Því jafnrétti ákvörðun og það ákvörðun sem við munum öll hagnast á sem samfélag til lengri tíma. Að lokum vil ég þakka FKA fyrir mikilvægt starf og samstarf við okkur í forsætisráðuneytinu og það verður áhugavert að fá kynningu á nýju mælaborði jafnvægisvogarinnar hér á eftir. Ég segi það gjarnan, til að ná raunverulegum árangri fyrir samfélag þurfum við öll að taka þátt. Og þar skiptir atvinnulífið miklu máli. Það skiptir öllu máli að atvinnulífið taki þátt í því að byggja hér samfélag þar sem jafnrétti kynjanna fullt. Og ég þakklát fyrir að eiga þennan mikilvæga samstarfsaðila í þeirri baráttu. Þannig að takk fyrir það. Ég treysti því að við munum áfram takast á við þær áskoranir sem kunna koma upp í sameiningu og við séum sammála þetta mikilvæga markmið fyrir Ísland. Takk fyrir. Við þökkum Katrínu kærlega fyrir hennar frábær erindi og brýningu að byggja okkar trausta grunni og sækja fram og gera enn betur því að þetta hlýtur að snúast hvaða samfélag við viljum að mæti börnunum okkar þegar þau koma á vinnumarkaðinn eftir einhver örfá ár. En eitt þeirra fyrirtækja sem hafa vakið athygli fyrir frábæran árangur á mörgum sviðum jafnréttismála Ölgerðin. Andri Þór Guðmundsson, forstjóri Ölgerðarinnar, ætlar nú að segja okkur frá því hvernig fyrirtækið hefur samtvinnað fjölbreytileika og jafnrétti
við menningu fyrirtækisins. Bjóðum hann hjartalega velkominn. Forsætisráðherra, frú Elísa og góðir fundagestir. Yfirskrift fundarins við töpum öll á einsleitninni, alveg laukrétt hjá FKA. Við töpum nefnilega öll á einsleitninni. Það fólki svo eðlislegt að veljast í hópa sem eru einsleitir. Við veljum okkur vini sem eru með sambærilegar skoðanir. Við veljum okkur vini sem eru með sömu áhugamál og svo framvegis og það sama gerum við með ráðningar. Þar sækjast virkilega sérum líkir. Og svo tökum við ákvarðanir út frá sjálfum okkur og út frá þessum einsleita hóp sem við höfum valið í kringum okkur. Og einsleitur hópur, hann tekur ekki bestu ákvarðanir. En Ölgerðin hefur tekið ákvörðun. Við höfum ákveðið að hefja vegferð í jafnrétti og fjölbreytileika. Og það höfum við gert með að marka okkur stefnu fjölbreytileika og jafnrétti og markmið stefnunar að stuðla að jafnri stöðu alls starfsfólks, jöfnum tækifærum, óháð kyni, óháð aldri, óháð uppruna og kom í veg fyrir ómálefnalegan launamun. Við viljum að fyrirtækjamenningin okkar að hún sé án fordóma og með áherslu á jafna möguleika. Við höfum metnaðum fyrir því að Ölgerðin verði öðrum fyrirtækjum fyrirmynd þegar kemur að fjölbreytileika. Við trúum því nefnilega að fjölbreyttur hópur komist að bestu niðurstöðunni. Og samsetning starfshóps Ölgerðarinnar, hún þarf að endurspegla samsetningu þjóðarinnar. Vegna þess að þessi hópur okkar, að hún að hanna vörur og þjónustu fyrir neytendur og samfélag framtíðarinnar. Þess vegna þarf hjarta Ölgerðarinnar að slá í takt við hjarta þjóðarinnar. Fyrstu skrefin í vegferðinni voru greiningar og fræðsla og við höfum hingað til lagt áherslu á að breyta til dæmis orðræðu í fyrirtækinu. Við höfum haldið fjölda námskeiða eitraða karlmennsku í öllum deildum fyrirtækisins. Starfsauglýsingar eru gerðar þannig að þær höfðu til allra með til dæmis myndmáli og orðalagi. Við höfum lagt á það áherslu að fjölga kvenstjórnendum með starfsþróun og má geta þess að hlutfall millistjórnenda, kvenmillistjórnenda hefur farið úr 30% í 44% á 3 árum. Við erum líka að jafna kynjahlutfall í viðburðum með fjölbreyttara val á listamönnum og svo framvegis og svo þetta síðast en ekki síst að þá höfum við undirritað jafnvægisvogina og tekið þátt í því góða verkefni sem sannarlega hreyfi afl góðra verka og öllum þeim sem að koma á FKA sérstaklega til algjörar fyrirmyndar. Ölgerðin og samtökin 78 hafa nýlega skrifað undir viljayfirlýsingu að Ölgerðin fái fyrst íslenskra fyrirtækja svokallaða hinsegin vottun og við lítum á þessa vegferð sem mikilvægt skref í að stuðla að fjölbreyttari vinnustað og fordómalausum vinnustað. En jafnrétti ekkert lengur val fyrir fyrirtæki. Það verður lífsnauðsynlegt fyrir fyrirtæki að tileinka sér jafnrétti og fjölbreytileika. Og það nefnilega ný kynslóð að koma inn á vinnumarkaðinn, svokölluð Z-kynslóð. Og fyrir þá sem ekki eru klárir á því að þá eru það einstaklingar sem eru fæddir á árunni 1996 til 2012 eða 11 til 27 ára. Og það vill svo skemmtilega til að ég á einmitt dætur einmitt á þessum aldri 11 ára, 16 ára og 27 ára og ég get staðfest það frá fyrstu hendu að þær hugsa ekki eins og núverandi kynslóð. Í þeirra huga jafnrétti jafnsjálfsagður hlutur eins og TikTok. Z-kynslóðin nefnilega hugsar ekki eins og við. Og hún sögð svo kynslóð sem kemur til að breyta öllu. Þarna nefnilega að koma kynslóð sem sér framtíðina fyrir sér allt öðruvísi heldur en við. Og þetta mun allt saman hafa áhrif á hvernig vinnustaðir framtíðarinnar verða. Hvernig vörur eru mótaðar og hvað annað. Z-kynslóðin krefst líka heiðarleika og gagnsæis.
og hún krefst þess að fyrirtæki vinni af heilindum og ástríðu á að gera heimina betri stað. Og samkvæmt rannsóknum, þá 40% af setakynslóðinni, þá hafa þau væntingar til þess að starfið þeirra í framtíðinni sé þýðingamikið og hafi áhrif á samfélagið. Þess vegna að mínum mati mikilvægustu áskoranir í rekstri fyrirtækja núna sjálfbærni, stafræn þróun og að halda hæfasta starfsfólkinu og draga til okkar hæfustu umsækjendunar. Og þessum áskorunum ætlum við að snúa yfir í tækifæri fyrir Ölgerðina. Með því að leggja áherslu á jafnrétti, fjölbreytileika og að skapa fordómalausan vinnustað. Við viljum stuðla að jafnri stöðu alls starfsfólks, jöfn tækifæri, óháð kyni, aldri og uppruna. Og þannig með þeim hætti draugum við til okkar starfsfólk framtíðarinnar. Ég var spurður að því daginn hvort bakslag hér í orðræðu í garð hinsegin fólks og gagnvart jafnrétti hefði áhrif á okkar vegferð og mitt mat að svo sé alls ekki og raunar þvert á móti. Atvinnulífið nefnilega í frábæri aðstöðu til þess að hafa áhrif á orðræðina. Ólíkt því sem að til dæmis gerist á samfélagsmiðlum, þá hafa fyrirtækin úrræði. Við getum fylgt á eftir stefnu og reglum með áminningum og brottrekstri. Það 100% skýrt að kynbundin launamunur, haturs orðræða, kynbundið áreiti, það verður ekki liðið. Að lokum vil ég segja að það ótrúlega mikilvægt hjá atvinnulífinu öllu að hugur fylgi máli þegar kemur að jafnrétti. Aðeins þannig mun menningin breytast og raunverulegur árangur nást. Við í Ölgerðinni erum í miðri vegferð, við erum langt í frá í höfn, en frá henni verður ekki snúið. Takk fyrir. Þakka kærlega fyrir erindið, Andri. Það var ótrúlega ánægilegt og gaman að heyra þig tala. Hér eru skýr markmið, kapp sem eins og einkenni starf Ölgerðarinnar allt og jafn mikill metnaður á þessu sviði og öðrum. Og það fékk mig líka til þess að hugsa að jafnrétti að sjálfsögðu ekki bara okkar hjartansmál sem við viljum berjast fyrir af því að við viljum betra samfélag, heldur jafnrétti líka góðu business. En Dr. Ásta Dís Óladóttir, prófessor við Háskóla Íslands og formaður Jafnvægisvogaráðs, hefur á undanförnum árum framkvæmt fjölmargar rannsóknir, gefið út greinar og bókakafla jöfn tækifæri kynjanna ásamt samstarfsfólki. Nú mun hún fjalla leiðir í þessum efnum, leiðir til að draga úr kynjahalla í atvinnulífinu og bjóða þið hjartanlega velkomna. Forsætisráðherra, frú Elísa Reid, kæru viðurkenningarhafar, góðir gestir og góðir áhorfendur. Það afar ánægjulegt að fá að vera með ykkur hér í dag og ræða mögulega leiðir til þess að loka kynjabilinu í samfélaginu. Hvernig getum við raunverulega dregið úr þessu kynjabili? Ef allir stjórnendur ætla að hafa sér eins og Andri, þá erum við á góðum stað. Þannig að það væri óskandi. Á Jafnvægisvoginni í fyrra það varpaði upp þeirri spurningu hvort við værum að beita úreltum aðferðum við forstjóraráðningar hér á landi. Ástæðan var sú að þá voru karlar 79% allra framkvæmdastjóra og einungis 3 konur voru forstjórar í skráðum félögum hér á landi. Þetta var fyrir ári síðan. Ef við bökkum aðeins lengra aftur í tíman eða til ársins 2017 þegar FKA og forsætisráðuneytið, eins og Katrín kom inn á hér á undan, tóku höndum saman og settu markmið 40-60 lágmarkshlutfall í framkvæmdastjórnum, að þá var staðan þannig að engin kona var forstjóri í skráðu félagi og hlutföll kvenna í framkvæmdastjórn voru 18%. Jú, vissulega hefur hlutfallið hækkað úr 18% í 21%, en það eru líka 6 ár liðin. Markmið á sínum tíma þótti metnaðarfullt, en alls ekki
raunhæft. Þetta er árangur sem hægt væri að ná á 10 árum. Vissulega er árið 2023 og það eru enn 4 ár til stefnu, en það er algjörlega óraunhæft að ætla að brúa þetta bil þegar 75% allra nýráðninga í atvinnulífinu eru karlar. Því tel ég mig geta fullyrt með nokkurri vissu að þetta markmið muni ekki nást árið 2027 ef við höldum áfram á sömu braut. Ef við gefum okkur það að 10% fyrirtækja skipti við framkvæmdastjóra á hverju ári og konur eru 25% af þeim sem eru ráðin inn. Og við getum líka að gefa okkur það forsendu að hlutfalli aukist 1% á hverju ári. Að þá er það ekki fyrir árið 2048 sem við mögulega náum þessu lágmarks hlutfalli með 40%. Eru þið til í 25 ári viðbót? En hvernig getum við lokað þessu kynjabili? Í gegnum rannsóknir okkar við Háskóla Íslands þá höfum við verið að benda á 3 leiðir. Sú fyrsta er sú að stjórnvöld geta sett lög kynjakvóta á framkvæmdastjórn í félaga. Inngrip sem þessi að hálfu stjórnvalda er ekki óskastaða nú, ekki frekar að þau voru árið 2010 og þegar lögin voru að fullu innleidd 2013, en þau eru raunhæfur möguleiki. Önnur leið er sú að fjárfestar á markaði setji sér skýra stefnu. Þeir fari að fjárfesta með kynjaglerugum. Slíka fjárfestingar hafa vaxið hvað hraðast meðal ábyrgra fjárfestinga á undanförnum árum og hafa laðað til sín 100 milljarða erlendis og frá stærstu lífeyrissjóðum heims. Þriðja leiðin er sú að stjórnir setji fram stefnu í samráði við forstjóra með markmiðssetningu að jafna tækifæri kynja og nota til þess arftakaáætlun. En hvað er arftakaáætlun? Hún er skilgreind þannig að þetta er viðvarandi ferli innan fyrirtækja til að greina mögulega framtíðarleiðtoga sem er innan fyrirtækisins. Eitt af hlutverkum stjórnar er að ráða og reka forstjóra eins og þið þekkið, þannig að stjórnin skoðar varðandi forstjóran hver væri mögulegu kandidat til að taka við stöðunni ef þessi viðkomandi forstjóri annarkvort myndi hætta snögglega eða myndi falla frá. Þannig að stjórnin fer í gegnum það með forstjóran og stillir upp mögulegum kandidatum. Forstjórin gerir það sama varðandi framkvæmdastjórn félags eða næstu stjórnandi fyrir neðan og það er farið markvisst í gegnum þetta varðandi allar lykilstöður í fyrirtæki. Með markvissum og vel útfærðum áætlunum verja stjórn og forstjóri þeim tíma, þeirri orku og þeim fjármunum sem þarf til þess að finna ákjósanlega aðila í þessi leiðtoga hlutverk. Þannig að það verði árangursríkt. En af hverju ættu stjórnir og forstjórar að verja tíma, orku og fjármunum í þetta? Jú, ný rannsókn sem var gerð meðal tæplega 2600 fyrirtækja sýndi fram á að vel skilgreindar arftakaáætlanir geta haft mjög jákvæð áhrif á frammistöðu og árangur fyrirtækja og sér í lagi skráðra félaga. Hún getur stuðlað að auknu réttlæti, trausti, tryggð og starfsöryggi innan fyrirtækja. Arftakaáætlun getur líka dregið úr starfsmannaveltu og laðað að nýtt starfsfólk því að hæft fólk sér tækifæri til framþróunar inn í fyrirtæki sem hafa slíka áætlun. Hún sparar einnig tíma og getur dregið úr kostnaði við afleysingar og ráðningar. En lykilatriðið er að hún ýtir undir jöfn tækifæri kynjana í fyrirtækinu. Á undanförnum árum höfum við Háskóla Íslands rætt við konur og karla sem sitja í stjórnum allra skráðra félaga hér á landi. Og þetta er búið að vera mjög athyglisvert og skemmtilegt starf. Mér langar að sýna ykkur nokkuð brot úr þessum viðtölum að því fólk hefur yfir gaman að svona sögum og kvótum frá öðrum, hvað fólk er að segja og hvað þau ætla að gera. Og þeir sem að þekkja arftakaáætlanir að þau eru mjög ánað með þetta ferli. Það er að skila árangri
og öll sammála það að þetta sé gott tæki til að auka hlut kvenna í forystu fyrirtækja, eins og ég sagði hérna áðan. Og eins og einn segir hér, þetta er gott tæki til að auka hlut kvenna og ég held að arftakaáætlun myndi skapa þennan faglega feril, einhvern veginn bara beint inn í hjarta fyrirtækisins sjálfs. Önnur reynd stjórnarkona sagði arftakaáætlun mikilvæga, sérstaklega þegar stjórn var að átta sig á því að annað árið í röð og þriðja árið í röð verðu ekki að standa sig hvað varðar jöfn kynjahlutföll stjórnenda. Við þurfum að taka okkur í gegn og það munar svo miklu þegar við höfum tölurnar einhvern veginn þær eru komnar upp á borðið. Það skiptir máli að hafa tölur. Þriðja konan benti á að þetta var eitt af þessum verkefnum innan fyrirtækja sem væri ekki beint svona fjárhagslegt, þannig að það færi ekki alltaf efst á blaðið ef það er ekki fjárhagslegt. Og hún segir hérna, þetta er svo áhugavert vegna þess að framkvæmdastjórnin, forstjórinn og stjórnin, þau voru alls svo þakklátt fyrir að fara í gegnum þetta ferli. Það bara opnast augun einhvern veginn fyrir fyrirtækinu þegar þú ert að fara í gegnum þetta og þú sérð alls konar hluti sem þú varst kannski ekki meðvitaður áður, svona sitjandi þarna einhvers staðar efst upp í píramídan. Og enn og aftur er bent á hversu gott það getur til að jafna kynjahlutföllin. Karlarnir sem að þekktu til arftakaáætlunar, að einn þeirra sagði, við vinnum mjög mikið með þetta. Og þetta er bara lygilega gott tæki upp á að ná markmiðum okkar. Fyrir hverja einustu stöðu í félaginu að þá þarf að benda bæði á karl og konu sem arftaka og þú greinir fólk. Þú ert að velta fyrir þér hvort að þessi eða hinn sé tilbúin og hvenær verður viðkomandi tilbúin. Þessi er tilbúin eftir 2 ár, við þurfum að ýta undir þennan einstakling með einhvers konar prógramum sem getur verið námskeið eða eitthvað annað sem þarf að gera, en við ætlum að gera þennan einstakling tilbúin. Þannig að þetta skiptir rosalega miklu máli, en eins og hann bent á, þú verður að hafa markmið. Það er ekki nóg að hafa bara arftakaáætlun, þú ert ekki með markmið að auka kynjahlutföllin, því þá verður þetta bara karlar sem er að benda á aðra karla. Og svo síðasti sem ég ætla að deila með ykkur hérna í dag, ég geti verið með alveg langt svörin frá stjórnarfólki, en hann benti á að það veri gríðarlegu munur hvort hann sæti á stjórnarfundi í skráðu eða óskráðu félagi. Í óskráðu félaginu þá er bara að fussa og sveigja hvern andskotan þetta er að þýða, að vera að búa til einhverja svona arftakastefnu, því að við gerum hlutin allt öðruvísi hér. Þetta er eitthvað sem er glænýtt að mati þessa stjórnarmanns, en það er að segja að þetta sé orðið stefna innan félaga, en þetta er í hnakkanum á öllum saðan. Það eru allir að hugsa þetta hvað ef hinn eða þessi fer úr fyrirtækinu. Þannig að það að gera þetta svona sem einhvers konar stefnu, að það er nýtt. En nú hef ég stiklað á stóru arftakaáætlanir og hvernig stjórnarfólk sem þekkir til hefur áttað sig á mikilvægi þess að innleiða slíkt ferli inn í fyrirtæki. Og því væri óskandi ef að fleiri stjórnir og fleiri forstjórar myndu taka þetta upp hjá sér. Því þetta er tæki sem hægt er að nota. Kæru gestir, það er stórt kynjabil þegar kemur að stjórnendastöðum í atvinnulífinu, eins og búið að koma inn á hérna undan. Konur eru enn, líkt og í fyrra, 21% af öllum framkvæmdastjórum. Það hefur ekkert breyst frá því ég stóð hér á þessum sama stað fyrir nákvæmlega ári síðan. Við erum með sama hlutfalli. 24 félög eru skráð á markað og 3 konur gegna stöðu forstjóra. Það er líka óbreytt. Hins vegar eru 5 félög á markaði eingöngu með karla í framkvæmdastjórnum. 4 þessara félaga eru með karlkyns forstjóra, karlkyns stjórnarformann og framkvæmdastjórn eingöngu skipaða körlum. Ég er búin að benda hérna mögulega leiðir til að loka þessu kynjabili í atvinnulífinu. Fjárfestingar með kynjaglerugum og arftakaáætlanir eru leiðir án nokkura inngripa. Það snúast að taka ákvörðun og auka fjölbreytni. Þær taka hins vegar lengri tíma
heldur en lagasetning myndi gera, en fæst viljum við meira regluverk í samfélaginu og atvinnulífinu heldur en þörf er á. Þið sem sitið hér í salnum í dag, þið hafið tekið ákvörðun og ég óska ykkur innilega til hamingju. Ég vona að ég hef sýnt ykkur hinum fram á það að það er ávinningur af því að taka þessa ákvörðun því við töpum öll á alla vegu á einsleitni. Takk fyrir. Kæra þakkir, Ásta Dís, fyrir frábært erindi og vekja okkur til umhugsunar og benda okkur á áþreifanlegar og skýra leiðir sem hægt að fara til þess að ná þeim markmiðum sem við erum öll sammála En til að varða leiðina að settu markmiðum þá er auðvitað mikilvægt að vita hvar við erum stödd og það er mælanleiki afskaplega mikilvægur. En undanfari misseri hafa Creditinfo, Deloitte og Jafnvægisvogaráðið unnu hörðum höndum að mælaborði jafnvægisvogarinnar. Og vonandi hvetur þetta mælaborð okkur öll til frekar aðgerða af hálfu stjórna og stjórnenda í félögum og fyrirtækjum og ekki veitir af að því að það er auðvitað í þessu eins og svo mörgu öðru að það er mælanleiki, tölulegar upplýsingar, samanburður og skýr þróun á lykiltölum sem getur hjálpað okkur til þess að sjá hvert við erum að stefna og hvernig okkur er að vinnast í átt að markmiðum okkar. En hún Guðrún Ólafsdóttir, meðeigandi og sviðsstjóri upplýsingatækni ráðgjafar hjá Deloitte, ætla núna að kynna okkur gagnsæi með gögnum og nýtt mælaborð. Gjörðu svo vel. Forsætisráðherra, frú Elísa Reid og aðri góðu gestir, hvort sem þið sitið hér í salnum eða heima fyrir. Hér rétt og eftir ætla ég að sýna ykkur brot úr nýju mælaborði sem Deloitte hefur verið að þróa í samstarfi við jafnaðarstofuna yfir síðustu vikur. En mælaborðinu er ætlað að draga fram stöðu kvenna í atvinnulífinu á skýran og hnitmiðan hátt. Við hjá Deloitte erum virkilega spennt fyrir að sýna ykkur afrakstur þessara vinnu. Það þarf kannski ekki að koma mikið á óvart að flestir hjá Deloitte elska tölur, svo það voru okkur bæði ljúft og skylt að aðstoða FKA við birtingu á tölum upplýsingum þennan mikilvæga málaflokk. En áður en ég sýni ykkur mælaborðið, þá langar mig aðeins að fjalla af hverju þetta skipti máli. Eins og fram hefur komið hér í dag í erindunum á undan voru sett lög árið 2010 sem jafnara hlutfall kynjanna í stjórnum en áður hafði verið. En lögin kveða á að ef fleiri en 3 stjórnarmenn séu í félagi eigi hlutfall hvors kyns að vera yfir 40%. Eins og áður hefur komið fram líka tóku lögin svo gildi árið 2013. En það var svo árið 2017 sem jafnvægisvogin var upphaflega sett á koppinn með það markmiði að auka hlutfall kvenna einnig í framkvæmdastjórnum á Íslandi. Félag kvenna í atvinnulífinu, FKA, hefur lagt mikla áherslu á það að gera sýnilegt hvernig íslensku atvinnulífi gengur að framfylgja settum lögum og markmiðum. Og ég vil meina að það sé ekki nein leið betri til þess að gera það en að gera stöðuna sýnilega með alvöru gögnum. Gögn eru grunnur allra góðra mælaborða og gögnin sem við skoðum hér fengum við frá Creditinfo, Gemma Q og Háskóla iðnaðar- og nýsköpunarráðinu og færum við þeim bestu þakkir fyrir aðstoðina yfir síðustu vikur. En hvað erum við að birta í þessari greiningu og hvaða gögn erum við raun að taka saman? Við erum að taka saman stöðu kynjanna í stjórnum, í framkvæmdastjórastöðum, hvernig hlutfallið er við stofnun fyrirtækja, hvernig brautskráningar á háskólum skiptast á milli kynjanna og hvort mismunur sé á milli atvinnugreina, svo eitthvað sé nefnt. Það væri ógerningur fyrir mig að ætla að sýna allar upplýsingar sem við höfum tekið saman í þessu mælaborði í dag, en ég ætla að sýna ykkur brot eins og ég nefni á eftir. Innan mengis gagnanna eru að meðaltali 10.000 fyrirtæki fyrir hvert ár. Fyrirtæki þurfa að vera með að minnstakosti 20 milljón króna veltu til að vera inn í greiningunni og einnig er gott að taka fram að félög sem flokkast sem hrein eignarhaldsfélög er sleppt. Einnig eru fyrirtækin stærðarflokkuð með aðstoð frá Creditinfo og flokkunin er þannig að lítil fyrirtæki teljast þau sem eru með eignir minna en 250 milljón krónur, meðalstór með á milli 250 til 1 milljarðar og loks stór með meir en 1 milljarði eignir. En nánari forsendur má einnig skoða í mælaborðinu sjálfu.
Við ætlum að fara yfir hver staðan í dag og hvað hefur breyst í gegnum árin, ef það eitthvað. Það sem við fjöllum hins vegar almennt ekki í svona greiningum og það í raun þar sem þið komið sterk inn með ykkar innsýn og reynslu í landslagi atvinnulífsins. Þetta þarf að vera samspil okkar á milli og þar eins og ég sagði komið þið inn í og við afhendum ykkur tækið til að starta þessar umræðu. Gögn og mælaborð segja okkur nefnilega bara stöðuna eins og hún en í raun ekki hvað olli stöðunni. Af hverju jókst eitt hlutfall en annað dvínaði? Af hverju standa ákveðnir mælikvarðar í stað? Hvað veldur því ykkar að meta og það að mörgu leyti það skemmtilegasta við svona mælaborð, umræðan sem það skapar og skoðanaskiptin sem verða. Því umræðan í raun það eina sem gerir okkur kleift að halda málstafnum á lofti, að pakka honum ekki í skúffu þegar þessu hádegi hér lýkur, heldur velta fyrir sér stöðunni og eins og Ásta hefur komið inn á, hvað sé hægt að gera til að hafa áhrif á gögnin lítið og aðeins betur út á næsta ári. En við skulum ekki hafa hennan inngang lengri, við skulum kíkja á tölurnar. Ef við skoðum fyrst framkvæmdastjórastöður í atvinnulífinu, þá þetta staðan eins og hún í dag. 21% af framkvæmdastjórum eru konur, eða 20,5% til að vera nákvæm, og ríflega 80% kallar. Í sögulegu samhengi sjáum við að trendið upp á við, en alls ekki á þeim hraða sem búist var við. Á 13 árum eru konur að færast úr rúmlega 16% hlutfalli í tæplega 21% hlutfall og ég held að við getum öll verið sammála það að það getur varla talist gífurleg aukning. Ef við skoðum svo þróunin á nýráðningum, því nýráðningarnir eru kannski helst það sem hjálpar okkur að hafa áhrif og athugum hvort breytingarnar séu hraðari þar, þá sjáum við að nýráðningar kvenna í framkvæmdastjórastól rokka á milli 20 til 29% bara frá upphafi gagnasetsins. Þetta kannski annað sem við getum öll tekið til okkar, af hverju komumst við aldrei yfir 30% í nýráðningum. En það sem líka áhugavert í gögnunum að það virðist ekki skipta máli hversu marga framkvæmdastjóra skiptur frá ári til árs, hlutfallin haldast alltaf óbreytt. Ef það skipt fleiri stóla, þá bara skipt fleiri kalla í leiðinni, þannig að alltaf helst þetta eins. Ef við færum okkur svo í aðeins ítarlegri greiningu, þá má sjá að hlutfallin varðandi ráðningar og hlutfall kvenna í framkvæmdastjórastól versna eftir því sem að fyrirtækin verða stærri. Þarna má ef til vill velta upp annarri spurningu, af hverju stýra konur frekar minni fyrirtækjum. Færum okkur svo yfir í stjórnirnar og athugum hver staðan þar. Hér má sjá að svipuð staða upp á teningnum. Konur sitja í 25% stjórnarsæta í dag og karlmenn rúmlega 75% sæta. Þannig að þetta batnar ekki mikið þegar við færum okkur úr framkvæmdastjórum yfir í stjórnir. Og hér má sjá að svipuð staða upp á teningnum ef þú horfir í sögulegu samhengi, að staðan hefur varla breyst yfir síðustu 13 ár. Við erum að horfa á það að þetta rokkar innan við 1% þegar við horfum á hlutfall kvenna í sögulegu samhengi þegar kemur á stjórnarsætum. Og hér held ég að allir geti líka verið sammála það að við hljótum að geta gert betur. Ef við horfum á þróun á hlutfalli nýskipaðra kvenna, stjórnarskipanir í gegnum árin, þá sjáum við hérna að ef við horfum á árið 2010, þar sem að lagabreytingin var sett, og árið 2013, má kannski selja sér þá hugmynd að lagasetningin hafi haft örlítil áhrif, að þetta hækkar þarna 3 ári röð, en svo hefur ekkert breyst eftir það. Við dönsum síðan í kringum 25 til 30% öll ár eftir það, með undantekningu fyrra þegar við mjökuðum loksins yfir 30%. Þarna má vissulega halda í vonina að við höldum áfram að vera yfir 30%, en ég held að það sé alveg augljóst að við þurfum að vera mjög meðvituð til þess að þetta fari ekki bara aftur í sömu átt og þetta búið að vera hér undanfarin ár. Þetta sambærileg staða og við vorum með fyrir framkvæmdastjórnirnar, ef við tökum sömu flokkun á framkvæmdastjórnum og stjórnum, að því undanskildu að hér sjáum við að stóru félögin eru í raun með betri stöðu heldur en þessi meðalstóru og minni. Og þarna má aftur velta því upp hvort að lagasetningin sé að hafa áhrif og hvort að lögunum sé í raun betur fylgt í stórum fyrirtækjum heldur en minni og meðalstórum. Og það kannski rýmar aftur ágætlega við það sem Ásta var að segja,
að arftaka áætlanir og annars slíkt, fólk meira með þetta er jákvæðara fyrir þessi stóru fyrirtækjunum þar sem það er eflaust líka betur fylgst með hvernig verið að framfylgja þessum reglum. En þá kemur kannski, hvað maður að segja, augljósa spurningin, vantar konur, vantar menntaðar konur í þessi störf og hvað má valda því eða hvað veldur því að málum hreyfast ekki hraðar? Þetta hér eru sögulegar brautskráningar úr háskólum á Íslandi síðan 2016 og við sjáum að hlutfall kvenna sem útskrifast úr háskóla eru í kringum 65–66%, nánast öll árin, á móti 33% frá körlum. Ef við setjum þetta aðeins í samhengi við það sem við vorum að ræða hérna fyrir framann, þá liggur kannski beinast við að benda á að ef við horfum á þetta og sjáum að konur eru 2/3 þeirra sem útskrifast úr háskóla, en samt sem áður fara þær með innan við í raun 1/3 aðal ákvörðunarvald í íslensku atvinnulífi, þá hljótum við öll að sjá að hér er eitthvað skakt á ferð. Ég held að þessu allir sammála það að konur fari ekki í nám til einskis, þannig að eitthvað þarf að bæta á leiðinu upp stigann. Ég ætla að setja punktinn hér, en hvet ykkur eindregið til þess að kíkja á síðuna sem kemur hérna á næstu glæru til þess að skoða mælaborðið. Á mælaborðinu sem er aðgengilegt á heimasíðu FKA og á annarri slóð sem kemur hér aftur, rétt þá eftir, er hægt að horfa á gögnin frá ýmsum hliðum, velja ár, velja landshluta, bera saman atvinnugreinar, stærð fyrirtækja, svo eitthvað sé nefnt. Og ég hvet ykkur til þess að prófa ykkur áfram og rýna í stöðuna og ræða málin því þannig einungis höldum við umræðin á lofti. Takk fyrir mig. Kæra þakkir. Þetta var afar áhugavert, fallega glærur. Það eina sem ég fann að þessu var að mér fannst línurnar allar vera frekar flatar. Þannig að ég vona að þær fara að taka stefnuna upp á við og við hjálpumst að við það á næstu árum. En í ár hafa 31 nýr aðili bæst við í jafnvægisvogina og þeir eru því heildin orðnir 239, hvorki fleiri en færri. Þessir aðilar hafa skrifað undir viljayfirlýsingu þar sem þeir heita því að vinna að markmiðum jafnvægisvogarina til næstu ára. Og nú ætlum við að beina kastljósinu að þeim aðilum sem voru að ganga í hópinn og taka ákvörðun að setja jafnrétti á oddinn og gengu til liðs við verkefnið. Og þetta eru 9 aðilarnir. Það er Alþjóðasetur, Arctic Sea Minerals, Borgarbyggð, Danfoss, Destination Complete, Fjölbrautaskóli Suðurlands, Fjölbrautaskóli Suðurnesja, Fjölbrautaskólinn við Ármúla, Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu, Garðabær, Gleðipinnar, Hagar HF, Heilsulausnir, Höldur, Keilir, Kolibri, KPMG, Lyfjaval, Menntaskólinn á Akureyri, Menntaskólinn á Egilsstöðum, Menntaskólinn á Ísafirði, Myndlistaskólinn í Reykjavík, OK, Rekstravörur EHF, Stóðkerfi EHF, Sveitafélagið Árborg, Sveitafélagið Vogar, Verslunarskóli Íslands, Vopnafjarðarhreppur, Waterfront EHF og Gæludýr.is og Skeljungur. Og ég held að við ættum nú bara að gefa þeim gott klapp og bjóða þau velkomin í hópinn. Já, þau eru svona ennþá að rúlla hérna í gegn. Við skulum bara njóta þess að horfa á þessu fallegu fyrirtæki sem bætast í hópinn. En einn af hápunktu jafnvægisvogarinnar ári hverju er að veita viðurkenningar og beina athygli að þeim sem náð hafa markmiðum jafnvægisvogarinnar ár hvert og með því lagt sitt til að jafna hlutfall kynja í efsta lagi stjórnunar. Árið 2020 gekk Skógræktarfélag Reykjavíkur til liðs við verkefnið með því að gróðursetja 1 tré fyrir hvert viðurkenningshafa í fallegum lundi, jafnréttislundi. Það getur nú varla verið mikið fallegra. En hann er tileinkaður þessu verkefni á besta stað í Heiðmörk. Í ár þá mun lundurinn stækka en frekar því mánudaginn 16. október næstkomandi
þá verða gróðursett alls 89 tré sem sami fjöldi og fjöldi viðurkenningar hafa hér í dag. Og þá verða trén í Lundinum orðin 261 talsins en hið fyrsta var gróðursett fyrir 4 árum. Svo þetta von okkar allra að Lundurinn stækki og fyllist af trjám á næstu árum með auknum fjölda fyrirtækja, stofnana og sveitafélaga sem náð hafa að jafna hlutföll kynja. Þessi Lundur mun svo vaxa og dafna og við þökkum Skógræktarfélaginu kærlega fyrir velvild í garð verkefnisins og við munum fara þangað með börnunum okkar og horfa á fallegan skóg jafnréttis vaxa. En eins og undanfarin ár þá mun hún Elísa Reid, forsetafrú, veita viðurkenningar fyrir hönd FKA hér rétt á eftir. En fyrst ætlum við að bjóða frú Elísu hjartalega velkomna. Hún ætlar að segja við okkur nokkur orð. Vertu velkomin, Elísa. Takk fyrir, góðan daginn, forsætisráðherra og aðrir góðu gestir. Þetta gaman eins og alltaf að vera með ykkur en á 5. árið í röð núna. Ég trúi ekki þess að búin að vera 5 ár og við sjáum hversu langt við höfum náð, kannski ekki nógu langt í þessu 5 ár, en allavega. Það samt líka fjöldi þátttakenda sem fær viðurkenningu, sem góða fréttir. Alls 56 fyrirtæki, 11 sveitafélög og 22 stofnanir. Samtals verða því 89 viðurkenningar veittar. Og eftir daginn í dag þá verður heildarfjöldin frá upphafi orðin 281. Alls 281 fyrirtæki, sveitafélög og stofnanir sem hafa fengið viðurkenningu. Þessum að heldur betur fagna. En leið og við gleðjumst yfir góðum árangri, þá gleymum við því ekki að enn langt í land. Einhvað þessa leið segi ég hverju ári sem ég hérna með ykkur, en það líka full ástæða til að endurtaka það. Markmið þessa viðburða nefnilega ekki bara að fagna, heldur líka að veita innblástur og brýningu til að hvetja hvert annað áfram og sækja enn lengra í átt að jafnrétti. Að liðnu ári höfum við séð ýmis teikn á lofti bakslag í baráttunni yfir jafnrétti viðkvæmustu hópana í samfélaginu. Þetta áminning að því miður getum við aldrei tekið jafnrétti sem gefnu, þótt við trúum því flest að auki jafnrétti muni bæti lífsgæði okkur allara. Einmitt þess vegna framtak eins og jafnvægisvogin svo mikilvægt. Og þess vegna ítreka ég það við ykkur leið við gleðjum saman hér í dag að fara heim og láta hlutlega ykkur heyra. Hafi hátt þennan árangur sem þið verðlaunað fyrir hér. Segið frá þessu í samfélagsmiðlum. Bjóðið samstarfsfólki ykkar upp á köku af þessu tilefni. Útskýrið fyrir fjölskyldum ykkar hvað þetta merkir. Takið þátt í kvennaverkfallinu 24. október. Hvetjið fólk í kringum ykkar til þess að setja sér markmið að ná sama árangri og þið hafið náð. Það nóg pláss í þetta partí fyrir fleiri. Leið bið ég ykkur að halda ykkur á tánum. Því þótt þið hafi núna tölur á blaðið sem sýna fram að jafnrétti þá þýðir það ekki að þið getið setið með hendur á skauti það sem eftir Haldið áfram á þessari braut. Tryggið að fólkið af öllum kynjum finnist það velkomið, sé ánægt og njótið sammælis í starfi innan ykkar stofnana. Jafnvægisvogin snýst ekki bara að tékka í boxið. Þetta snýst að byggja upp vinnustaða menningu þar sem lögt rætt við fjölbreytni til framtíðar. Því við græðum öll á því. Bæði vinnuveitendur, starfsmenn, kunnar og allt tengslanetið. Jafnrétti kynjanna mun ekki nást af sjálfum sér. Þetta vitum við. Þess vegna
fögnum við árangri leið og við stefnum ennþá lengra. Þið eigið öll þakkir skildir fyrir ykkar framlag á þessu sviði. Til hamingju öll sömul með frábærum árangur, gangi ykkur vel með framhaldið, áfram þið og áfram okkur öll að halda í framtíðinni. Takk! Jæja, nú komið að hápunkti þessar athafnar, þessa hádegis og við ætlum að afhenda hér þessa framúrskarandi viðurkenningar og það hún Elísa okkar sem ætlar að gera það. Og við bara byrjum á fyrsta fyrirtækinu og höldum svo dampi. Það 1912 EHF og dótturfélög. Við skulum klappa fyrir þeim öllum saman bara á eftir, held ég. Og það A4. Og það Advania. Og það AGR. Og Akranes kaupstaður. Alþjóðasetur EHF, Admonia, Avergo, BL og Bláa lónið, Borgarbyggð. Nei, Bústólpi og Kontroland og Kreditinfo og það Danfoss, nei, það Deloitte og það Destination Complete og DK hugbúnaður. Já. Og það Ebla. Já. Það ágætis líkamsrækt. Og það Elkem á Íslandi. Nei, það ekki. Og það Elko. Já. Og það Fangelsismálastofnun. Og Fastus. Og Festi. Og Fjallabyggð. Það Fjarðabyggð. Og það Fjölbrautaskóli Suðurnesja, Fjölbrautaskólinn við Ármúla og það Garðabær og Guðmundur Arason og Hafnarfjarðarbær og Hagar og það Háskóli Íslands, Heilbrigðisstofnun Austurlands, nei, Hirslan og HS Orka og það IKEA og Inkasso Momentum og Isavia og Íslandsbanki og Íslands Hótel og það Íslands Stofa
fullt af Íslandi hérna. Og það er Ísor. Og Keilir. Landgræðslan. Og Landsvirkjun. Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins. Ljósleiðarinn. Lyfja. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu. Mannvit. Ekki að maður. Múlaþing. Og Norðurál. Norður Orka. Nova. Og Ólís. Orkan. Og Orkusalan. Og Orkuveita Reykjavíkur. Já, mikil orka í þessu. Ósar, lífæð heilbrigðis. Pipar TBVA. Rangárþing eystra. Nei, Rangárþing ytra. Reykjafell. Og Reykjanesbær. Rio Tinto á Íslandi. Og Samkaup. Seðlabanki Íslands. Sjóvá. Skatturinn. Skrifstofa Alþingis. Snæland Grímsson. Sólar. Strætó BS. Sveitafélagið Ölfus. Tryggingastofnun. Tryggja. Já, en Veitur. Veitur, já. Hvað segir þeim? Veitur. Veritas. Það er alveg ástæða til að klappa sérstaklega kannski fyrir þessu. Og verkmenntaskólinn á Akureyri. Nei, Verslunarskóli Íslands. Og Vesturbyggð. Vinnueftirlitið. Vinnupallar. Vís. Og Ösp. Við tökum það bara einn. Þið takkið það. Við tökum það. Eigum við nú ekki að klappa rækilega fyrir þessu frábæra hópi?
við þökkum forseta frúnni okkar kærlega fyrir, Elísa Reid, takk kærlega fyrir. Maður fyllist nú bjartsýni þegar maður sér allan þennan stóra hóp frábæra fyrirtækja sem eru að taka alvöru stór skref í átt að jafnrétti. Ég hins vegar skil ekkert hvernig þið rektorarnir farið að útskrifa 1000 eða hvað það er. Þannig að ég tek bara hatt minn ofan fyrir ykkur. En að lokum er komið að formanni FKA, forstöðumanni þjónustu hjá Skeljungi, Unni Elvu Arnardóttur, sem ætlar að flytja hér loka ávarpið í dag. Gjörðu svo vel. Kæru viðurkenningarhafar, Elísa forsetafrú og aðrir gestir. Ég vil byrja því að óska öllum viðurkenningarhöfum til hamingju eins og tölur gefa til kynna, þá eigum við langt í land og verður atvinnulífið allt að taka saman höndum í þessum verðuga verkefni. Félag kvenna í atvinnulífinu og aðrir sem standa í jafnvægisvoðunni vil ég koma til skil og kærum þakklæti fyrir öllum þeim aðilum sem hafa tekið þátt í þessu verðuga verkefni með okkur. Helst vil ég nefna styrktaraðilana af jafnvægisvoðunni sem er forsætisráðuneytið, Pipar, TBVFA, RÚV, Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi og Sjóvá. Darri, ekki má gleyma honum og hans fólk á Pipar, og sérstakar þakkir fyrir þeirra vinnu við markaðsmál verkefnisins í gegnum árin. Frábær hópur, frábær dagur, til hamingju öllsömul, gott að sjá okkur. Þá er komið að lokum þessara ráðstefnu. Það er búið að vera einstaklega gaman að vera hérna saman og horfa fram á veginn, hvað við getum gert betur, en kannski fyrst og fremst að fagna ykkur, framúrskarandi fyrirtækjum sem eru að taka á málum og hreyfa góðra verka í rétta átt. Ég óska ykkur til hamingju, ég óska ykkur gestum hér í sjónvarpssal og þeim sem fylgjast með í gegnum streymi. Kærlega fyrir að vera með okkur. Jafnrétti er ákvörðun, við hjálpum stað við að ná línunni upp og vera komin á enn betri stað eftir örfá ár. Takk fyrir og verið þið bless.